og 11. liður þá næstur á dagskrá. Og þar eru fyrirspurnir til liðnum heitinu staða mála. Það óskaði eftir skriflegum svörum frá sveitarstjóra við nokkrum spurningum og þeir rétt að gefa sveitarstjóra orðið og biðja að fara yfir spurningar og svörin. Oddviti, þá byrja ég hér. Fyrsta spurningin hugmyndagáttin, með hvaða hættir sveitarstjóra fylgja eftir þeim fjölmörgu athugasemdum og hugmyndum sem hafa komið í gegnum hugmyndagáttina og skriflegt yfirlit óskast frá sveitarstjóra sem miðast við þann skráningarlista hugmyndagáttinni sem síðast var lagður fram. Og svarið það sem kemur að hugmyndagáttina lagt fyrir hreppsráð og verður það gert á næsta fundi. Það sem beðir skrifleg svör koma þau hér atriði sem hafa í október og nóvember. Mánudaginn 4. nóvember ég fer bara aftur á bak. Hæ, frábæra sveitarstjórn, hvenær kemur bókin Hellu út? Kemur hún út fyrir jólin? Núna. Ég svo spennt að sjá bókina bless bless. Sunnudagur 3. nóvember, segjum upp minnihlutanum í heilu lagi. Þriðjudaginn 22. október, fyrir nokkru var auglýst að ætti að klippa greinar að trjám sem hafa farið yfir gangstéttir. Ég hef hvergi séð þetta gert undanfarið og hef fylgst með Hólavangi sérstaklega. Sumstar ná greinar og runnar yfir meir en helming af stéttinni. Enginn gerir neitt, enginn fylgist með, gerist eitthvað núna. Og bara til þess að svara þessu að þá hafa starfsmenn sveitarfélagsins skrifað bréf til þess að einhverja beðið þá að snyrta hjá sér trén, en svo hafa þeir gengið í það þegar þeir hafa haft tíma og farið og reynt að klippa. Önnur spurning, Púttvöllur og Hellu sem sveitarstjórn tók vel í, hver staðan í þeim málum? Svar, þetta hefur ekki fengið úrlausn en rætt hefur verið við Ólaf Stoltzenwald í sumar hvar hann teldi rétt að setja niður Púttvöll. Í þetta vantar fjármagn og mögulegt að skoða þetta í tengslum við vinnu að fjölskyldugarði. Þriðja, það sögurítum byggðarsaga Hellu búið að ganga frá skriflegum samningi við sögurítar lok verkefnisins. Hver staða verksins og hvenær áætlað verkið verið tilbúið til prófarkalestus? Hver heildarupphæð sem sveitarfélag hefur greitt söguritara vegna vinnu til desember 2013? Já, ég hef gleymt að setja inn, það búið að undirrita samningi við Ingibjörgu Ólafsdóttur söguritara og samningurinn í sérpunkt og það gert ráð fyrir að útgáfa bókarinnar verði árinu 2014 samkvæmt fjárhagsáætlun 2014 og síðan það sem var komið 1. desember voru rúmar 32 milljónir. Fjórða, nágrannagæsla Vís, hver staða vegna uppsetningar á skiltum í þéttbýlinu? Það var búið að vinna töluvert í þessu máli fyrra árinu og setta fram tillögur staðsetningu skilta bæði við þjóðvegi 1 og helstu hliðargötur á Hellu. Vegagerðin samþykkti ekki framsetta tillögu staðsetningu við þjóðveg og því þarf endurskoða fyrri tillögu. Sama leyti var ákveðið að fara í útboð á tryggingu sveitarfélagsins og við það ákvörðun dofnaði áhugi Vís á verkefninu og því var ákveðið að bíða með frekari útfærslu þar til séð yrði hvaða tryggingafélag færi með tryggingar sveitarfélagsins næstu árin. Stefnt að því að verkefninu ljúki á 9 ári. 5. Leikvellir þéttbýlinu. Hver staða á uppsetningu nýrra leiktækja sem sveitarstjórn samþykkti og stendur til að fara í lagfæringar á eldri leiksvæðum? Svar, öll tæki sem ákveðið var að kaupa komin á lóð þjónustumiðstöðvar og bíða uppsetningar. Tækin voru valin með það í huga þau eru sett upp á einum stað og að þau þjónuðu sem best breiðum aldurshópi barna. Þegar kom að því að ganga frá tækjunum voru starfsmenn þjónustumiðstöðvar beðnir að doka við því að ekki væri samstaða hvar þeim yrði valinn staður innan þéttbýlisins á Hellu og þar við situr og til að bæta þar við þá erum við núna búin að samþykkja á fjárhagsáætlun að kaupa leiktæki á annan stað í þéttbýlinu. Svo spurt fréttabréf sveitarfélagsins hvenær áætlað að gefa út næsta fréttabréf og það kom út núna 10. desember. 7. Samræming fjölskyldu og atvinnulífs var erindi bréfritara að svara á hverri staða málsins.
það sem ég fann þetta mál var að þetta var samþykkt á fundi sveitarstjórnar 1. nóvember og þá átti að leggja máli fyrir sviðsstjóra en það var ekki gert. Þannig að þetta mál hefur ekki farið í þann farveg. Þetta var árið 2012. 8. Hver er staðan á tilboðum í vátryggingasveitarfélagsins og uppfærslu á virði eigna? Tilboðin í vátryggingarnar eru þannig að tilboðin voru opnuð 28. nóvember síðastliðinn og það bárust 3 tilboð. Fyrsta var frá Tryggingamiðstöðinni upp á 5.519.000 og Sjóvá 5.936.000 og Vís 4.899.000. Það komu engar athugasemdir við opnu tilboða en það á eftir að fara yfir tilboðin af hálfu sveitarfélagsins áður en gengið verður til samninga. Ég leti bara til að segja ykkur frá því að þá tókum við saman hvað við erum búin að greiða í tryggingar á árinu 2013 og það rúma 6 milljónir. Svo 9. hefur boðum aðalfundi Suðurlands 1-3 sem verður haldinn 19. desember verið sendt kjörnum fulltrúum varafulltrúum og það hefur verið gert. 10. óskar eftir að stjórnarformaður Lundar sem jafnframt sveitarstjóri skili upplýsingum stöðu mála vegna nýbyggingar við hjúkrunar- og dvalarheimili Lund. Fjármögnun lokið? Ef ekki, hvernig standa þau mál? Hefur verið skrifað undir verksamning við lagsbjóðandi verkið? Ef ekki, það búið að semja frest við lagsbjóðanda? Það beðið enn eftir samningsdrögum frá velferðarráðuneytinu og framkvæmdasýslu ríkisins og nýjustu fréttir að það gæti gerst í janúar. Fjármögnun ekki lokið. Ekki hefur verið skrifað undir verksamning við tilboðsgjafa. Verið að fara ofan í öll tilboðin af THG og Leif Benediktssyni hjá velferðarráðuneytinu. Engu tilboði hefur verið tekin í hafnað. Síðasti liðurinn aðstaða til fjárnáms. Hver er staða þessa mála hálfu sveitarstjóra? Ég fékk svar frá skólastjóra grunnskólans á Hellu. Þar hægt að fá aðstöðu en til þess þarf starfsmann og það fylgir því kostnaður. Þá held ég sé búin að fara yfir þetta. En tilbúin að svara ef að... Takk fyrir orðinu. Magnús, þetta morgun. Takk fyrir þetta. Fyrsta lagi að koma þessu bara fyrir einhvern veginn huggulega í fundargerðinni. Og síðan Já, ekki tilbúin að laga þetta skjal. Já, þetta náttúrulega ansi mörg atriði og við bara að segja þessu, ekki samt að svara rétt á þann og ekki svo sem tilbúin til þess að bregðast við því þannig en myndum vilja áskilja okkur rétt til að bóka við það bara á næsta fundi ef við viljum. Mér finnst vont og það er kannski gagnrýni á kerfið okkar en ekki okkur sem einstaklinga eða sveitarstjóra eða eitthvað en það er mörg verkefni sem sveitarstjóri falið að gera og hans felur öðrum að gera og ég hef ekki tilfinningu fyrir því hvað verið að gera hverju verið að fylgja hlutum eftir sumt er í gangi svo kemur ljós að annað bara stopp og hvað þýðir það eins og aðstæða til fjárnáms en til þess að koma upp aðstöðu til fjárnáms að það þarf starfsmann og því fylgir kostnaður hvað gerist, hvað er næsta skref mér finnst þetta ómögulegt ég hef enga tilfinningu fyrir þessu nema að leggja fram fyrirspurnir og fá þær fram með þessum mæti og ég myndi vilja að sveitarstjóri myndi bara svona mætti vera bara með svolítið ítarlegra yfirlit eins og í upphafi fundi og segja þetta svolítið meira, setja svolítið meira kjöt á beinin því að maður svona við eigum ekki að vera utangátta í þessum hlutum sem við erum búin að kannski samþykkja flest.
Já, það var hérna í sambandi sögurritunina að þú nefndir einmitt heildarupphæðina að taka einmitt bara fram í ég hafði svo lítinn tíma til þess að svara þessu, bara beðst velvirðingar á því, var að klára þetta í morgun og ég bara glemt að slá inn tölunni. Ég með þetta allt saman og ég myndi jafnframt fá að byrja það að fá að setja þetta inn í fundargerð næsta fundar ef að það væri leyfilegt, því að skjalið sem ég með ekki tilbúið til þess að setja inn í fundargerð. Þakka þessar upplýsingar, sveitarstjóri, en fer fram á að þú biðjir orðið. Já, fyrir ekki. Já, bara eins og mér minnir nú einhver tíman að við höfum ákveðið að það sem kemur í gegnum hugmyndagáttina, það fær inn á lokaðan fund hreppsráðs. Og kannski ættum við nú ekki endilega að setja þessar athugasemdir þarna inn í fundargerðina. Ég svo sem alveg sjálf persónulega sama, en við höfum verið búin að ákveða þetta einhver tíman, að þetta ætti svo sem ekki að fara mjög opinberlega. En annars ekkert. Takk, Anna María Gjörður. Já, ég held að það sé líka rosalega einfalt að hringja stundum í sveitarstjóra eða senda henni tölvupóst eða heimsækjana eða eitthvað svona sem það er nauðsynlega að vita. Ég geri það allavega. Mér finnst það mjög eðlilegt og þægilegt og ekkert mál að kíkja upp á skrifstofu og spyrja henni eða eitthvað sem mér liggur á hjarta. Takk. Takk. Steindór Gjörður. Já, alveg sammála því. Önnur var ég með það, en mér finnst líka að það eru svona vissar upplýsingar sem eiga erindi til allra og maður kannski ekkert að ég bara vinn þannig vinnu, ég hef ekkert mikla aðstöðu til þess að því miður að koma eins og upp á skrifstofunni sem ég vildi. Það er svona sumar upplýsingar sem maður vill að eins og til þess bara svona staðan með lund og svona þetta er ekkert hættulegt að upplýsa okkur það. Þú var nýbúin að svara þessi tölvupósti til ykkar allra. Hverju þessu? Nei, ég er ekkert að segja endur þig, þetta er til dæmis bara eins og var með bara eitt dæmi eins og með hreinsistöðuna litlu með ánni. Sveitarstjórn ákveður það á sínum tíma að þetta sé gert í apríl og þá veit maður bara ekkert annað að það sé í fullu gangi, það er fyrir tíma því sko. Svo kemur það bara ljós og þetta var ekkert gert þá heldur, það var gert haustið og svo maður spurði út í bæði. Það er bara þannig allavega að maður getur ekkert verið að fylgjast með hverju einasta máli persónulega, hvernig framgangu hefur, ef það stoppar einhver á einhverju tækniatriði þá væri gott en það var nú að sjá hvað það er statt og það var með þessu þarna, hvað heitir ekki, valsystem eða eitthvað, þá er svona gott ef einhver er með erindi þá getur hann séð, ef það er fært inn, skannað inn, hvar það er statt. Þá getur hver og einn í rauninni íbúi eða einhver sem er að sækja lóðir eða hvaða eina getur hann fylgst með sínu erindi bara sjálfur og þá gert aðra fyrirspurn. Ég er ekki að gagnrýna einn eða neitt með það, þetta er margt sem bara fer svona fyrir sko. Takk. Ég vil nú bara svona taka undir það að auðvitað ættum við öll að vera mikið tíðari gestir inn á skrifstofu, ekki bara á sveitarstjórnum, heldur bara inn á sveitarstjórnum skrifstofu. Og til þess einmitt að forvitnast mál sem í gangi. En mér finnst líka ágætt hugmyndin sko að sveitarstjóri fari sem kannski svolítið dýpra í verkefni sem er í gangi, það hafi verið í gangi, það hefur verið falið að gera í upphafi funda. Það getur verið að ákvæmta vettvangur. En Guðfinnur við beðum orðið. Já, það er ég er ekkert að efa það að sveitarstjóri er ágætt heim að sækja en það sem við erum að fara hér erum að spyrja þetta er formlegar bókanir sveitarstjórna sem að sveitarstjóri hefur verið falið þessi verkefni og þannig að það er helst það svona sem við erum að fá stöðun á og líka það verkefni sem að sveitarstjórn fól sveitarstjóra fyrir 1. nóvember eða 10. nóvember 2012. Sveitarstjóri auðvitað að vinna þau verkefni sem að var búið að fela sveitarstjóra í stjórnsýslunni áður en hún störf
Þannig að eitt vil ég kannski meina þegar þess talað það að við hefum bara kíkja oftar á sveitarstjóra en kannski það hefði nú verið ef sveitarstjóri hefði nú til dæmis upplýst okkur það að það væri að koma fréttabréf sveitarfélagsins, það væri verið að vinna það er óskup, við erum búin að vera hér á vinnufundum núna í svo til vikulega og vinna saman en að það væri hægt að segja okkur það væri núna verið að vinna fréttabréfi, þetta bara svo, þetta fréttabréf sveitarfélagsins. Við erum að senda hér inn og spyrja hvernig fréttabréfið kemur út, við erum kjörnir fulltrúar hér í sveitarstjórn og þetta nú svona eitt af því sem við erum kannski að kvarta yfir, ég er að fagna því að það skulle vera að koma fréttabréf, en það hefði nú kannski verið hægt að svona aðeins að segja okkur það að væri verið að vinna því og þannig að það stæði allir jafni hvað það varðar, hvað upplýsingar varðar. Og ég er nú búin að gera aðeins athugasemdir sveitarstjóra varðandi það að það er eitt kvenfélag að auglýsa jólaballið sitt í fréttabréfi sveitarfélagsins og það er bara gott mál. En það hefði kannski verið sanngjarnt að hafa samband við hinn kvenfélagi líka sem eru með frítt jólaball fyrir alla en þurfa nú að kosta sína auglýsingu í búkolli. Þetta er bara svona ábending. Bara upplýsa sveitarstjórn það, ekki bara meirihluta það sem verið að gefa út fréttabréfi síðan að koma. Þetta er bara svona vinsamleg ábending að þetta sé þó í báðar átti hvað það var. Já, Margrét, Ég held bara varandi fréttabréfið þá var búið að ákveða þetta á einhverjum fundi sem ég man ekki hvenær að gefa út fréttabréfið ætla nú helst að hafa 3 ári. Ég held að allir hafa nú átt að vita að þetta kom út fréttabréf núna í lok ársins og hefði nú í raun átt að vera komið eitt kannski fyrir en allavega þetta var ég ekki nokkrum að myndi koma út. Takk. Já, ég alveg tekið undir það er samt sem áður, maður man ekki alltaf eftir þessu ef það er ekki minnst. Þannig að þetta er nú svona vinnulagsatriði sem að mér finnst allt í góðu lagi að við tökum bara upp og reynum að tilokka okkur eins og hægt er að hafa samskiptin þannig. Drífa Gjörður. Já, ég bara tek þetta bara mjög alvarlega og ég skal bara passa upp á það að vera ítalegri. Ég hef verið að reyna kannski að spara meira tíman, að taka ekki of mikið tíma frá okkur en ég skal bara taka þetta mjög alvarlega til endurskoðunar en sumt af þessum spurningum var ég náttúrulega búin að svara ykkur og áður eins og með Lund, ég var búin að svara því tölvupósti til ykkar allra og sumt af þessu hefði alveg verið hægt að slá bara á tölvupóst til mín, geta svaraði strax og svo kemur tryggingarnar þar koma fyrir bara þegar við erum búin að fara yfir þar. Þannig að þetta er bara, og þið vitið að þetta er búið að vera í gangi. En ég skal svo sannarlega taka mig á, ekki spurning. Takk fyrir það, gott mál. Varðandi tryggingarnar þá væntanlega þurfum við einhverjum hætti að taka afstöðu til tilboðs fyrir áramót, það er að gilda frá 1. janúar. Það var akkurat það sem ég ætlaði að spyrja hvort það yrði ekki hrefsarásfundur í næstu viku svo hægt væri að ganga frá tryggingamálanum og einhverju smálegu og öðru sem að væri Hún ætti að vera í næstu viku. 20. ætti að vera. 20. Þið farið yfir það, Mr. Pétur. En við vorum nokkuð jafnir þarna Steindór og Torfi. Svo eldri var það ekki á. Vorið það. Torfi gerði svöld. Mér sýndist nú sá ungi og snöggri vera sjónarmunn undan en það er kannski þægilega að láta mig gusa fyrst bara. Það er bara fínt að herða og laga samskiptin. Drífa er búin að lofa því að taka sig á í þeim efnum. Mér finnst reyndar álistin aðeins að taka sig á líka. Að skutla svona 10-12 spurningum á sveitarstjórann korteri fyrir fund þegar að það er vitað að það er mjög auðvelt að ná sambandi við hana, að það myndi líka leysa mörg mál og þó það hefði ekki verið annað en að þið hefðu farið með þennan lista fyrir til hennar
einhverjum dögum áður en að síðasti séns rann út að henda þessu fyrir hressandi fund, þá hefði nú verið hægt að fækka spurningunum dálítið hressilega. Minnstakosti það sem búið að marg segja okkur öllum og liggur alveg fyrir, en auðvitað þetta bara skemmtilegt að þessi verið að spyrja það hvenær fréttabréfið kemur út og svarið að það þegar komið út, og svo þetta líka bara skemmtilegt með þetta svar úr hugmyndagáttinni að það einhvern sem dettur það í hug, segja minnihlutanum upp bara í heilu lagi, en ég reyndar geta ekki tekið undir það, ég vil nú hafa eitthvað náfram, eðlilega, en það sem líka verra, að leið og það búið að leggja fram svona spurningalista fyrir sveitarstjórna, þá þetta orðin opinber gögn, og ég veit að eitthvað af fréttamönnum að þeir liggja yfir svona vilja sjá þetta, og margt af þessu vel til þess fallið að snúa út úr fyrir því og búa til einhver leiðindi sem ég trúi því nú að ekkert okkar vilja að gerist. Ég óttast það til dæmis að það þykir einhvern það vera stórtíðindi að það skuli vera búið að eyða svona miklum peningum í söguritun hellu. Það til dæmis kemur hérna ekki fram að það var álistinn sem að tók ákvörðun það að gefa út 2 bækur en ekki eina. Ég held að við höfum öll tekið undir það og það vantar mikið meiri skýringar á því af hverju upphæðin komin í þessa háu upphæð sem vissulega há, en ég held að við séum öll sammála það að þetta kannski var óhjákvæmilegt úr því að það átti að ráðast í þetta viðamikla verk og það fram eftir götunum. Það líka svona einhvern veginn undir niðri að það sé eitthvað alveg skelfilegt að gerast upp á landið og það sé bara í eðlilegum farvegi eins og við öll þekkjum og margbúin að heyra af. Þannig að ég held að svona, já, með góðu samtali við sveitarstjórann hefði verið hægt að fækka þessum spurningum minnstakosti helming ef ekki 2/3, held ég. En vonandi bara tökum okkur öll á og höfum þetta bara skemmtilegt. Mér fannst fyrst þegar ég sá þetta verið ekki gott innlegg núna í jólaundirbúningin, ég verið að segja ykkur bara alveg eins og en vonandi var þetta bara með góðri trú og við verum bara vonað að þetta bara fara allt vel og það snúi enginn út fyrir okkur. Takk fyrir það. Já, takk fyrir. Mér langar að geta þess að því klukkan rétt að verða 5 að ef við mögulega getum, þá væri nú gott ef að fundurinn stæði ekkert mjög lengi enn. Ég veit að sum okkar þurfa að huga að öðru núna upp úr þessu og ég held að ef við stöndum vel saman að því þá getum við lokið fundunum á tiltölulega stuttum tíma og mælist til þess. En þá sá yngri með orðið. Já, ég ætla bara að segja það varðandi mannlega samskipti, þá getur maður alltaf að taka sig á því og þá mjög gott hjá manni að alltaf að líta í eigin barm. Ég hef aldrei fundið mér neitt óvelkomin hérna upp á skrifstofu en mér finnst eiginlega æra óstöðan ef við ætlaðum að fara kjörnir, minnst betra að svona afmarka þá að maður bara þessum vinnur til fólks á skrifstofunni. Við getum svo sem ekki verið að æða inn á sveitarstjóri eða aðalbókari eða hvers sem það er. Fólk í verkefnum og það væri þá svona kannski æskilegt að væri það bara settur einhver ákveðin tími sem að en svona alltaf tölvupóstarnir mjög fínir eða símtala eða svona en það eitthvað svona dýbra sem maður þarf að fara í þá finnst manni að það er svona bara út frá vinnulagi ekki þegar ég á að því vinnustarfi að hafa stjórnin alltaf inn á gafli hjá mér þegar ég var að vinna að sökka mér onni í eitthvað sem við þarfum að gera þannig að það væri svona meira þannig bara en svona það ekkert að fara að tínast af því ég sem þarf að komast upp úr þá ætla ég ekki að fara að tína meira þessum spurningar og svara þeim og ágætlega bara þakka fyrir það. Takk Guðfinna. Það er mjög stutt hérna af því að Torfi að tala það að við höfum samþykkt hérna álistinn að hafa bækurnar í 2 bindum. Þá var það samþykkt á fundi Hreppsráðs í ágúst 2012
og á þessum hreppsálsfundi það var Margrét Ýr Sigurgeirsdóttir formaður, Steindór Tómasson og Guðmundur Ingi Gunnlaugsson og þannig að það er ekki hægt að lýsa sko, ég held að það bara hafa allir staðið saman á þessu, það er ekki neinum að kenna það að þetta hefur verið gefið út í 2 bókum, það er ekki máli, við vorum bara að spyrja þessu einfalda máli hvað hefur þetta þessi hlutu kosta, það er bara þannig, ekki að gagnrýna neitt. Takk. Getum við látið þá umræðu þessa þætti lokið núna. Sveitarstjóri fer fram á að þessi lið verði færið til bókar í næstu fundargerð. Getum við fallist á það? Já. Það hreyfir engin mótmælum, þannig að ég lít svo á að það sé samþykkt.